Komið þið sæl, gaman að fá að vera með ykkur hérna í dag á þessum fallega og bjarta degi. Ég heiti Stefán Már og ég er héraðsprestur. Og við byrjum á þessu fyrra að sameinast á æskulistæðin að safna fyrir steinhúsum fyrir munalaus börn í Úganda. Og í fyrra safnaðist töluvert mikið en í ár safnaðist tvöfalt meira og enn fleiri tóku þátt. Og við segjum að börn sé að safna fyrir börnum. Mér finnst það alveg svakalega fallegt. Af því að við viljum ekkert yfirleitt, við viljum alltaf láta gott af okkur leiða. Og þegar við gefum börnum tækifæri til þess, þá gerist alveg stórkostlegir hlutir að þau blómstra. Þannig eins og eitt lítið barn sem var spurt, af hverju ert þú að baka vöfflur? Og þá sagði barnið að fyllstu einlægni, ég vil að allir í heiminum eigi hús yfir höfuðið. Það þarf ekki að segja fleiri orð, heldur en það. Börnin þekkja þetta og vita þetta, þau hafa þennan einlega kærleika og þessa einlægni, þau skilja þetta. Og það er líka svo auðvelt að setja sig í spor barna, þau hefur ekki enga foreldra. Það er ekki margir á Íslandi sem hefur enga foreldra, en út í Afríku eru mörg börn í slíkri stöðu. Og ennþá verra er að eiga ekki hús yfir höfuð, eiga ekkert skjól, sofa jafnvel á götunum. Það eru skelfileg örlög og það er engin framtíð í heldur. En að fá hús við höfuð og tala um steinhús með bári á þaki, það er að safna vatninu af þakinu, það minnka líkurinn á sjúkdómum og stundum geta næturnar orðið kaldar, þá er hlýtt. Þannig að steinhús, einfalt múra steinhús getur skipt alveg sköpum. Og núna, þá svo gaman sem leggjast öll af árarnar, þá gera stórkostlegir hlutir. Og hugsaðu ykkur með sögunum með Eyri ekkjunnar, að hún gaf 2 smápeninga. Og ef allir í heiminum gefið 2 smápeninga, hugsaðu hvað það væri stórt fjall. Hvað það geti gert mikið. Og við gerum heldur miklu meira heldur en það hér í Kjarnarsprófstæði, þegar öll börnin lögðast upp. Því að þau börnuðu þarna svona stórri á þessu, eða debutbörn. Ég sjáðu ekki upp að henni, það er ekki að segja henni. 481.244 krónur. Og það er fyrir 4 steinhúsum. Og nú langar mig að fá alla krakkarinn hingað upp, alltarinn alla í kirkjunni. Og sem við líka fá Kristínu frá hjálparstarfinu sem ætlar að taka við þessu debitkorti. Og María. Hún er bara stórt debitkort, það er ekki að segja svona stórt debitkort. Ég sagði í gríni því að vera að sýna fólki þetta, ég var að fá þetta debitkort, ég ætla að tína mínu. Komið það líka. Þið voru að safna fyrir þau. Ég ætla nefnilega ekki að gera neitt, það var nefnilega æskulisamlegt kirkjunni í Kjarnarsprófstæði sem var sem sá þessu stæðu söfnun og þú farð á Sunna, þú fulltrúi fyrir sambandið og sér skulum bara láta á þessu þannig að debitkortið ganga yfir til Kristínar. Ok, tilbúin. Við erum að taka mynd af þessu. Og láta ganga. Hvað vil ég hjálpa okkur? Þá er Ávarsson komin rétt að stað. Má ég segja nokkur orð? Já. Takk ykkur kærlega fyrir krakkar. Mér langar kannski að bæta því við. Það er nefnilega líka hægt að hjálpa öðruvísi en með peningum. Og það sem þið eru að gera er þannig að ganga í hús, gefa af tíma sínum. Af því að ég og sjálf sterk og ykkar aldrei og ég veit alveg hvað hún vil helst verja eyða sínum tíma. Þannig að það er stóra átak, veit ég alveg, að fara út og gera þetta og það krefst sjálfsaga og náungakærleiks sem er svo mikilvægur. Og krakkarnir í Úganda sem eru munaðarlaus, þau fá tækifæri, þau fá betri heilsu og þau fá tækifæri til þess að fara í skóla. Af því að þegar þau eigi ekki neitt og ekki hús og þak yfir höfuðið, þá fer öll orkan og allur tíminn bara í það að skrimta til að vera til. En þegar það er komið almennilegt hús, vasttangur við hliðina á kamar og geitur og hænur sem þau fá líka,
þá getur allt farið af stað. Heilsan batnar og þá getur þau bara að labba sér í skóla. Þakka ykkur kærlega fyrir. Hjálparstarfið kemur þessu til skila til þeirra á réttan stað.